Undir lok 19. aldar miðaði sjálfstæðisbaráttu Íslands vel áfram. Tal heimastjórn og fullveldi mátti heyra á flestum bæjum. Margir Íslendingar voru byrjaðir að móta sig í sjálfstæðisfötin og bera sig saman við önnur lönd, en eitt af því sem þau tóku eftir að vantaði í skrúðan var séríslenskur fáni og skjaldarmerki sem það skammaði sín ekki fyrir. Frá 16. öld hafði eina sérmerki Íslands verið afhöfðaði þorskur, ýmist flattur eða óflattur með kórónu, sem passaði ekki við sjálfsmynd þjóðar í sjálfstæðishugleiðingum. Það var baráttuhugur í fólki og merki landsins þurfti að endurspegla það. Árið 1883 endurvakti skólakennarinn Pálmi Pálmason þá hugmynd að hafa fálka á bláum feldi sem merki Íslands í stað þorskamerkisins. Þessi hugmynd fékk góðar undirtektir, enda fólkin töluvert tignalegri heldur en flattur, afhöfðaður þorskur. Fálkaskjaldarmerkið átti sér líka djúpar sögurætur. Það var upphaflega merki Loftsríka sem var aðalsmaður og riddari Noregskonungs á 14. öld, sem Sigurður málari teiknaði upp eftir gamalli lýsingu og vildi fyrstur allra eigna íslensku þjóðinni árið 1870. En af hverju ég að tala skjaldarmerki? Á þetta ekki að snúast fána? Jú, en margir á þessum tíma gerðu sér ekki grein fyrir að væri munur á fána og skjaldarmerki, þannig saga fánans á fyrstu stigum samtvinnaðist mjög sögu skjaldarmerkisins. Fyrsta alvöru skrefið í átt að íslensku fána var stigið árið 1885 þegar neðri deild Alþingis tók málið fyrir og ályktaði að Ísland ætti rétt á sérstökum verslunarfána. Þar var lagt til fána sem var skipt í 4 ferhinda reiti með rauðum krossi, hvítjöðruðum, skildu 3 reitana vera bláir og í hverjum þeirra hvítur fálki. En 4. reiturinn, stangareiturinn efri, skildi vera rauður með hvítum krossi. Þetta frumvarp var ekki útrætt, en þarna komu litirnir blár, hvítur og rauður fyrst fram. Einar Benediktsson, athafnamaður og áhrifavaldur, ákvað að blanda sér í umræðuna sem hann taldi vera á villigötum og þyrfti að koma á rétt spor. Árið 1897 birti hann grein þar sem hann byrjar á að útskýra fyrir fólki muninn á fána annars vegar og skjaldarmerki hins vegar. Einar tekur undir að fálkinn ætti að prýða skjaldarmerki Íslands, en hann telur það ekki sæmandi siðaðri þjóð að hafa dýrsmynd á verslunarfánanum, þannig fálkinn kemur ekki til greina þar. Hvað varðar fánan er það ekki vafamál fyrir Einari hvað skal vera fyrir valinu. Litirnir ætti að vera blár og hvítur, þjóðlitir Ísland sem tákna himininn og snjóinn. Formið ætti að vera eins og danska fánanum þar sem krossmerkið hið algengasta og hentugasta flaggmerki. Þannig fánauðskrift Einars hvítur kross í bláum feldi sem fékk seinna meir nafnið hvítbláinn. Munið það skiptir máli. Fyrst allra til að raungera þennan fána Einars var Þorbjörg Sveinsdóttir, föðursystir Einars, sem lét sauma hvítbláan fyrir hönd kvenfélagsins og var dregin hún af kvenfélaginu á þjóðminningunni í Reykjavík þann 2. ágúst árið 1897. Árið 1906 og 1907 voru mjög þýðingarmikil í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Þingheiminum var boðið til Danmörku árið 1906 til að ræða og leggja drög að framtíðarsambandsmálum Íslands og Danmörku. Svo sótti konungurinn Ísland heim árið 1907 til að sýna íslensku þjóðinni hollustu og til að ræða næstu skref í sambandsmálinu. Sjálfstæðisandinn tendraði loga fánamálsins sem hafði gerjast í þjóðfélaginu í nokkur ár og á þessum árum hafði hvítbláinn tryggt sér nokkra áhrifaríka stuðningsmenn. En lítið hreyfist við málinu fyrir september 1906 þegar stúdentafélagið í Reykjavík bauð til fundar til að ræða fánamálið. Á þessum fundi sátu nokkri alþingismenn ásamt ýmsu áhrifafólki samfélagsins og markmið fundarins var að sammælast hvaða fáni ætti að vera þjóð- og kaupfáni Íslands. Þetta var táknræn ákvörðun þar sem enginn þarna hafði völd til að ákveða þetta fyrir hönd þjóðarinnar. En þetta myndi samræma fánabaráttuna og gera hana kröftugri. Á þessum fundi kom hvítbláinn til greina, en líka annar, 3-litur fáni. Hvítur kross í bláum feldi með eldrauðum krossi innan í hvíta krossinu. Litirnir táknuðu fjallabláman, ísinn og eldinn. Og hvað gæti verið táknrænna fyrir Ísland en það? Matthías Þórðarson sýndi viðstöddum fánan sinn og vonaði hið besta. Fundagestir kusu svo nefnd sem hlaut það verkefni að kanna hug fólks í þessu máli og leggja fram tillögu hvaða fáni skyldi verða fyrir valinu. Mánuði síðar kom nefndin aftur saman og
þríliti fáninn, fáni íslensku þjóðarinnar og lýðveldisins sem flöktir í dag, var ekki nálægt því að vinna. Það var bara Matthías höfundur fánans sem kaus hann. Það var samþykkt í nær einu hljóði að þjóð- og kaupfáni Íslands skyldi vera hvítur kross í bláum feldi. Fánanefndin sendi svo út áskorun til allra Íslendinga sem endar á þessum orðum. Vonum vér brátt komið að því að þessi fáni blakti á hverri stöng land allt sem sýnilegt tákn þess að Íslendingar viljum vér allir vera. Hvítbláinn var núna orðinn sameiningartákn sjálfstæðishreyfingarinnar og stuðningsmenn fánans reyndu að koma á loft eins vítt og hægt var. Einar Benediktsson, höfundur fánans, orti kvæðið til fánans sem Sigfús Einarsson gerði lag við og var það herópi hreyfingarinnar. En þessar vinsældir hvítbláans voru ekki án gagnrýni. Það voru nokkrir sem setti sig á mótunum á þeirri forsendu að hann veri of líkur gríska, krítarska og sænska fánanum. Á þessum tíma voru þær raddir frekar daufar en þessi gagnrýni átti eftir að vera fánanum að falli. Þetta leyti árið 1906 var fánamálið farið að gera vart sig í Danmörku. Þar sem það fekk misjafnar undirtektir í dönskum blöðum og þar öðlaðist hvítbláinn viðurnefnið uppreisnarfáninn. Einn danskur blaðamaður tók því mjög illa að Íslendingar væru að klæða sig úr danabrókinni og mælti með að Íslendingar ættu allavega að læra að nota sápu og þrífa sér vel áður en við fengjum okkur sér fána. Sömuleiðis hefur Friðriki VIII örugglega fundist það smá skrítið að Íslendingar væru að flagga því sem virtist vera fána bróður síns sem var konungur Grikklands. 1907 er árið sem hvítbláinn tryggði sér sess sem fáni þjóðarinnar. Víðs vegar landið var fánamáli tekið upp á fundum hjá ýmsum félögum sem vildu leggja sitt lóð á vogarskálina, tóku flestir undir fánatillögu stúdentafélagsins og hinum var sama hvernig fáni myndi vera, bara við fengjum fána. Fáni Matthíasar kom til tals á einum fundi einu sinni en fekk ekkert fylgi. Svo þann 17. júní árið 1907 var hinn bláhvíti íslenski fáni dreginn að hún land allt að frumkvæði stúdentafélagsins. Það mikilvægasta sem gerðist þetta ár var konungsheimsóknin sem var stórviðburður og jafnframt tækifæri fyrir sjálfstæðis og fánasinna að láta heyra í sér. Svo þegar Friðrik VIII konungur Danaveldis gekk á land í Reykjavík þann 30. júlí árið 1907 blasti við honum fánaborg. Reykvíkingar höfðu flaggað danska fánanum. Það skipti meira máli að ergja ekki konunginn sem var kominn til að ræða framtíð Íslands og hvítbláinn var orðinn mjög viðkvæmt málefni í samskiptum við Dani. En þegar konungur kom til Þingvalla á hátíð sem var haldin honum til heiðurs, var danski fáninn ekki blaktandi við öll tjöld. Hópur af ungum mönnum sem voru í forsvari ungmennafélaga víða land höfðu komið á hátíðina til að stofna Ungmennafélag Íslands og þeir drógu hvítbláan að hún við tjöldin sín. Hannes Hafsteinn ráðherra Íslands var með öndina í hálsinum þegar hann sá bláhvítu litina og þrábað Hannes Þorsteinsson alþingismann að sjá til þess að þessi dula væri tafarlaust dregin niður af því að konungi mislíkaði svo að sjá fánan. Jóhannes Jósefsson, glímukappi og formaður Ungmennafélags Akureyrar, fór fyrir hópnum og tjáði alþingismanni að fáninn yrði ekki dreginn niður fyrr en að sér dauðum. Kóngur, ráðherra og alþingismaður hafi ekki treyst sér í slaginn og hið nýja Ungmennafélag Íslands fekk að halda bláhvíta fánanum á lofti sem það gerir enn. Eftir konungskomuna féll fánamálið aftur í dvala tíð, en hvítbláinn hélt velli sem óviðurkenndi fáni Íslands. Honum var gjarnan flaggað á tyllidögum og fólk var farið að venjast honum. Og það var eiginlega bara tímaspursmál hvenær það myndi öðlast formlegt gildi sem fáni Íslands. Árið 1911 lögðu nokkrir þingmenn fram frumvarp að hvítbláinn væri viðurkenndur sem fáni Íslands, en það mál dróst á langinn og fékk ekki úrlausn. Morguninn þann 12. júní árið 1913 var stórkaupsmaðurinn Einar Pétursson að róa kappróðursbát í Reykjavíkurhöfninni og í skutnum á bátnum var hvítbláinn. Og meðan hann reri heyrði Einar allt í einu væri verið að kalla á sig á dönsku og honum skipað að stansa. Til hans árabátur með dönskum hermönnum og yfirmanni varðskipsins Íslandsfalk
Einar var látinn fara borð í fálkann og hvítblái fáninn var tekinn af litla bátnum. Skipstjóri fálkans, fálkaforinginn, tilkynnti Einari að fáninn yrði afhentur bæjarfógetanum þar sem aðeins danskt flagg mætti nota á dönskum skipum og bátum. Einari var svo sleppt og hann réri aftur í land. Á næstu tímum voru næstuði allir danskir fánar í Reykjavík dregnir niður. Þeir sem voru ekki dregnir niður voru skornir niður og upp kom hvítbláinn í staðinn. Fylkingamönnum marseraði niður að höfninni, margir með fánastöng og hvítbláan dreginn að húni og fylkingin hélt niður að höfninni, ræsti út alla tiltæka árabáta, sigldu í kringum varðskipið og sungu ættjarðarlög. Svo hélt hvítblái straumurinn aftur til lands og gekk rakleiðis að styttu Jóns Sigurðssonar þar sem það var breytt úr hvítbláa fánanum við fótstall styttunnar og fánasöngur Einars var sunginn hástöfum. Þingmenn bæjarins efndu svo til kjósendafundar í barnaskólaportinu til að mótmæla valdbeitingu fálkamanna sem var sóttur af 4.000 til 5.000 manns. Á þessum fundi var ályktað 2 hluti. Fundurinn mótmælir eindregið hervaldstiltektum fálkans á Reykjavíkurhöfn í morgun sem bæði ólögmætum og óþolandi. Og fundurinn telur sjálfsagt að hér eftir verði einungis íslenskur fáni dreginn á stöng hér í bænum og væntir þess að svo verði land allt. Eftir fundinn gekk mannsöfnuðurinn að minnisvarða Jóns Sigurðssonar, fyllti sér hann og söng íslenska þjóðsöngva. Núna var snjóflóðið komið á fullt skrið og það var engin leið að stöðva það. Íslendingar skulu fá fána. Svo þegar Alþingi var kallað aftur saman seinna sumarið var samþykkt í neðri deild Alþingis að hvítbláinn skyldi vera gerður að sérfána Íslands en efri deildin ákvað að veri best að hafa konunginn með í þessu máli. Þann 30. desember árið 1913 skipaði ráðherra Íslands 5 manna nefnd sem átti að leysa úr fánaflækjunni og átti að koma með tillögu hvaða fáni ætti að vera valinn sem fáni Íslands. Það fór ekki á milli mála hvaða fána þjóðin og Alþingi vildi, sem var hvítbláinn, en Kristján X hafði gert það ljóst að hann vildi ekki sjá hvítbláan. Undir því yfirskynið að honum fannst fáninn of líkur fána annars ríkis sem var Grikkland. Þannig mesta vinnan hjá þessari nefnd fór í að sýna og sanna að hvítbláinn gæti ekki verið valinn sem fáni Íslands. Eitt af því sem nefndin gerði var að senda utanríkisráðherra Grikklands bréf að spyrja þau beint út þeirra álit og hvort þau hefði eitthvað á móti því að Ísland tæki upp þennan bláhvíta fána. Svarið: Við höfum ekkert á móti því að íslenska stjórnin taki upp og löggildi sem fána á landi og sjó. Grikkjum fannst fánarnir nóg ólíkir og höfðu ekkert út á hann að setja. Eftir þessa vendingu gerði nefndin hlé á störfum af því að þau höfðu sýnt fram á að gríska stjórnin hefði ekkert út á fánann að setja og þar með héldu rök Danakonungs ekki vatni. En kóngurinn haggaði sér ekki, þannig nefndin þurfti að leggja til annan fána. Einu rökin gegn hvítbláunum önnur en að Danakonungur myndi ekki samþykkja var að hann var of líkur sænska fánanum. Smá rannsókn sem var framkvæmd niður á höfninni hafði sýnt fram á að það væri hægt að ruglast á þessum fánum út á sjó í fjarlægð í slæmuskyggni. Á getur verið frekar líkir. En þetta voru tiltölulega veik rök þar sem voru fordæmi þetta hjá öðrum löndum, þá helst fáni Frakka og Rúmena. Þessi nefnd var í mjög óþægilegri stöðu. Það fór ekki á milli mála hvaða fána þjóðin vildi, en það fór heldur ekki á milli mála að Danakonungur myndi ekki samþykkja hann. Þannig þegar fánanefndin skilaði inn tillögu sínum, þyrfti fáninn að vera sem líkastur hvítbláanum. Þannig þessi nýju fáni þyrfti að vera krossfáni og höfuðlitirnir blátt og hvítt. Nefndin skilaði inn 2 tillögum. Seinni tillagan var hvítur fánið með bláum krossi með blárri rönd, en fyrsta tillagan var heiðblár fáni með hvítum kross en með hárauðum krossi innan í hvíta krossinum. Sá fáni var líkastur hvítbláunum og hafði öðlast smá fylgi eftir að Matthías sýndi hann á stúdentafundinum 1906. Þannig nefndin skilaði inn tillögu sínum til Alþingis til að kjósa og fáninn sem þingið valdi var hvítbláinn aftur.
en sem seinni tillaga lögðu til fána Matthíasar og sögðust vera tilbúin að sætta sig við hann. Svo þegar ráðherra fór á fund konungs mælti hann með þrílita fánanum þrátt fyrir að alþingi hafi mælt með hvítbláanum. Vegna þessara sundrungar og uppnáms með önnur mál neitaði konungurinn að gefa út úrskurð fánamálið. Þetta hafi líka í för með sér að ráðherra sagði af sér embættinu. Ári seinna gaf konungur svo út úrskurð íslenskan sérfána sem var fáni Matthíasar og við flöggum í dag. Fólkið sem stóð í þessari baráttu fékk kannski ekki fánan sem það vildi en hann þjónaði sínum tilgangi sem sameiningartákn hreyfingarinnar og það að berjast fyrir honum kannski það sem skiptir mestu máli. Í dag hefur hvítbláinn að mestu fallið í gleymsku en minning hans og baráttunnar enn haldið á lofti af tveim aðilum sem draga hann að húni. Það Ungmennafélag Íslands og Menntaskólinn að Laugarvatni.